Hérna ég búinn að pússa niður svona fyllinguna mestu. Gallinn við svona fyllingu að maður sér ekki almennilega hvað maður þarf að pússa mikið fyrir að maður setur einhvers konar grunn á sem einn heill litur. En nú ætla ég að herða upp hérna þennan frakka sem úr pappa og til þess nota ég lím. Þetta venjulegt hvítt trélím sem ég blandaði svona 50-50 með vatni. Uppgötva það að ef maður setur vatn í trélím og leyfir því síðan að harðna, að það sem að límir þannig verður yfirleitt grjóthart. Venjulega þegar trélím, óþinn trélím fær að harðna, þá verður það svona drullu mjúkt, en ef maður setur vatn í það, þá verður það hart. Tölurnar hérna, þær eru búnar til með því að nota lítinn gatara. Ég skal sýna ykkur þennan pínulitla gatara sem ég á. Gatarinn svona, þetta lítill gatari setti úr 3, þetta miðjustærðin, þetta fyrir kósa. Keypti þetta í einhverju föndurbúð og ég gerði tölurnar úr bara þykkari pappa heldur en það sem hérna í frakkanum. Fann eitthvað smá búta af svoleiðis. Nú, ég ætla að halda áfram að mála. Þá þetta nokkurn veginn eins og það þarf að vera. Það næsta sem við þurfum að huga að húfan. Og eins og sést hérna á myndinni, þá húfan eins konar sixpensari, dálítið stór. Það der og húfan slútir dálítið vel út fyrir höfuðið á honum. Úr hverju gerir maður svona? Jú, maður byrjar á bara plasti og hérna byrjunin á húfunni. Þetta bara svona ræma af stæríni plasti og til þess að fá hann að hringa sig svona upp, þá tók ég hnífinn hérna, skaftið á hnífnum og renndi ræmunni eftir honum og þá gerist þetta. Nú ætla ég að láta þetta ná saman hérna og nota til þess bara smávegis límband. Og nú situr þetta á höfðinu eins og húfan. Þetta semst afmarkar það hvar húfan og samkvæmt myndinni þá húfan örlítið á ská. Nú kemur sér vel að vera búin að taka hérna Elvis toppinn á honum. Til þess að líma þetta fast, þá ætla ég að nota svona lím og láta það bara drjúpa hérna niður í hattbandið
ekki nóg til þess að leki allstaðar, en allavega til þess að fá það til þess að setjast, leggjast niður í bandið og bræða það saman við höfuðið á honum. Nú verður þetta að fá að harðna, en á meðan getum við skorið derið. Og derið geri ég úr svona umslagi. Þetta er umslag sem kom með eitthvað til mín. Ég tók hérna smá bút af því og það ætti að vera alveg nóg. Það þarf nú ekki mikið. Þá bara byrja maður á því að, já, það er kannski betra að hafa blýant. Ég merki hérna nokkurn veginn hvar húan situr og nú get ég skorið þetta frá. Nú ætti þetta svona nokkurn veginn að passa. Það gera náttúrulega aldrei alveg, þannig að maður bara stillir það af þangað til að það gengur. Svona, rétt að koma. Nú þarf ég að ákveða hvað derið á að standa langt fram og það er svona eins og svona. Þetta er nú ekkert svakalega mikið sem að það stendur fram úr. Þetta er líklega derið sem maður myndi finna á svona húfu. Það er að gera að líma það bara hérna á. En nú þarf það að límast fast og þá er spurning með hverju maður gerir það. Ég hugsa að venjulegt trélím væri líklega best. Nú leyfum við þessu að þorna almennilega. Þá er komið að því að setja kollinn á húfuna. Ég er búinn að skera niður hérna þetta band. Það þurfti ekki að vera svona hátt eins og það var. Og nú þurfum við að setja kollinn á húfuna og það sem við notum til þess er P38. Ótrúlega þeirra satt. P38 er mjög gott efni í svona og við bara
leggjum það hérna yfir og leifum því að leka aðeins út. En það eitt sem ég vil ekki fá bindingu á milli P38 og dersins hérna fremst. Þannig að ég ætla að setja smá límband hérna sem ég get þá lyft á eftir til þess að lyfta húfunni eða kollinum frá derinu. En ég ætla að blanda mér smávegis af P38 og gera það hérna á glerplötu. Það er gott að nota glerplötu vegna þess að það er þægilegt að blanda á henni og ef maður gleymir að þrífa það frá að þá skefur maður það bara af aftur með svona sköfu. En blöndum smá gommu af P38 svona. Herðirinn, eini gallinn við P38 er maður veit aldrei hvað maður á að setja mikinn herði og þessi tóm. Ég vil helst ekki hafa of mikinn akkurat núna. Þegar ég ætla að reyna að vinna þetta á höfuðið á kallinum. Annað í sambandi við glerplötuna er það að ef maður vil þrífa hana áður en að þetta harðnar, þá getur maður gert það með rauðspritti. Jæja, nú ætla ég að setja húfuna á kallinn. Þá byrjar maður bara á því að láta hana setjast hérna ofan á og svo ýtir maður þessi niður. Ég kalla kannski á ykkur á eftir þegar ég er búinn að gera þetta. Nú er húfan komin á og þetta er orðið nokkuð hart. Það sem ég gerði var að ég hrúaði P38 gummunni hérna ofan á og svo notaði ég bara puttan til þess að ýta henni niður þangað til að það þynnst hérna undir og þykkast hérna niður með og þá leggst þetta eins og efni væri að ræða. Og eitt sem er mjög skemmtilegt í sambandi við P38, rétt það byrju sem það er að harðna, þá er hægt að skera það eins og ost. Maður hefur svona 2 mínútur þar sem maður getur skorið það til. Svona. Þá getur maður lagað, ef það er einhvers staðar misfellur, getur maður lagað þar til með hníf. En hérna er húfan komin og nú þarf hún bara að fá að harðna almennilega áður en byrja aðeins að pússa hana. Ég veit ekki hvort það sést á myndinni en þetta er ekki alveg rennislétt eins og ég vildi hafa það sko. Þetta er tvítefni greinilega í húfunni hjá honum og það krumpast yfirleitt ekki mjög mikið, heldur leggst svona yfir. Annað sem að maður gæti notað P38 er skeggið, en hann er ekki með mjög mikið skegg, það er bara rétt smá
yfirskegg hérna. Þannig að til þess að búa það til þá ætla ég að nota aftur græna hérna fyllefnið, akrílefnið og svona pinna og ég bara set örlítið af fylliefni hérna niður þar sem ég ímynda mér að skeggið myndi vera. Og þá er að gera að passa sig að gera ekki of mikið vegna þess að maðurinn er ekki með mjög mikið skegg. Svo er ég búinn að pússa spaða hérna hinum megin á, þannig að þá get ég ýtt þessu til þar sem að ef það hefur farið eitthvað sem ég vil ekki. Svo horfum maður bara framan á hann, athugar að þetta sé svona nokkurn veginn jafnt báð megin. Ég held að þetta ætti að vera sæmilegt. Þegar að skeggið er orðið þurrt, þá væri hægt að skella í það hníf til þess að trimma það til, en við skulum nú leyfa húfunni og skegginu að harðna, full harðna, áður en að við grunnum kallinu. Og þegar að grunnurinn er komin á, þá sér maður hvað þarf að lagfæra.